Þegar við erum síðan búin að koma okkur upp einhverju kerfi það hvernig við ætlum að vinna þá bæði CSS okkar og JavaScript okkar, þá getum við tekið inn enn fleiri tól sem hjálpa okkur við það að nota þessi tól og þessar reglur sem einhverju aðrir eru búin að skilgreina til þess að passa upp á að við séum í raun og veru að gera það sem við ætlum að gera. Og þá eru linters þessi tól og þau fara við kóðan okkur og láta vita af hugsanlegum villum, óþarfa kóða og hlutum sem mættu betur fara eða að gera eitthvað sem að hei, þetta geti verið minnisleiki, hei, þetta er, yfirleitt er þetta gert svona eða brotum á kóðastíl. Þannig að það er regla sem segir að þá alltaf að nota 2 space en ekki tab og þú veist að nota tab, þannig að hei, laga það. Og þetta byggir á static analysis og það er þá þetta þegar kóðið er keyrður án þess að hann er keyrður af einhverjum þýðanda eða túlk. Það er bara skoður textin á honum og búið til abstract syntax tree, AST, sem er þá í raun bara allur kóðin okkar, eins og það hafi verið sprengdur upp í eitthvað tré. Svo er í raun bara reglur og bara hlutir sem eru keyrðir og athugað. Hei, þú ert með svona, ættir að vera með hinsegin. Og við ætlum sem ekkert að fara neitt nánar í það, en þarna er í raun bara tölvunarfræðilegt hugtak sem við ættum að kynnast örugglega meira. Og það er það sem þessi linters byggja á. Svo fyrir CSS og SAS, sem við ætlum að nota, við ætlum að nota SAS en ekki less í næsta verkefni, þá ætlum við að nota stylelint og hann er linter fyrir flest af þessum, bara fyrir CSS almennt og fyrir þessa preprocessora. Og það er mikið af reglum sem við getum sett upp stillt og breytt. Og þegar við erum að vinna með svona, þá getum við skilgreint þessar reglur á ýmsa vegu, en það sem við ætlum að gera er að við ætlum að vera með skrá sem heitir stylelint RC, sem byrjar á punkti í rótinu á verkefninu okkar og þar ætlum við að setja inn reglunar og við munum sjá hvernig við gerum þetta eftir. Svo eru til líka svona linterar fyrir JavaScript og fyrsti var JS-lint sem var skrifaður af honum Crockford kunningi okkar til að leiðrétta villur í JavaScript kóða. Og þetta er svipað á strict mode sem kom í ECMAScript 5 að við getum sett hérna sem passa upp á að við myndum ekki endurskilgreina breytur og svona. En þetta fer aðeins lengra og þetta er mjög strangt og þetta er pretty much þannig að þetta lætur kóðan þinn lítið út þess að kóðan sem Douglas Crockford skrifar. Og honum finnst það eina leiðin til að skrifa kóða og hann var ekkert opinn fyrir því að það var eitthvað hægt að breyta þessum reglum eða eitthvað. Allir bara að fá þetta sem skrifa ekki JavaScript eins og hann skrifar það. Þannig að það skapaði smá friction. Þannig að við opnum hérna. Þannig að hérna er ég með kóða sem ég er búinn að skrifa og ég er tiltölulega ánægður með hann. Mér finnst það að vera góður. Þá fer ég hérna og ekki alveg svona, heldur copy, paste hérna. Hvað held ég að fái marga villur? Að minnstakosti 1, 2. Ok, við byrjum allavega á því að fá 5 villur. Þá segir hann hérna, hey, this function needs to use strict pragma, sem er að kveikja á strict mode. Ok, þannig að við skulum gera það. Use strict og við viljum ekki hafa svona og expected return at column 4, not 2. Við viljum hafa 4 space. Nei, það er svona. Og unexpected space between 2 and comma hérna. Þannig að þetta er svona, ok, ég gúttir þetta. Expected semikoma instead so end. Þannig að svona. Use double quotes, not single quotes. Og svona. Yes. Þannig að þetta er svona myndi Douglas Crockford skrifaði hann kóða. Og þannig að sjáu þið, þetta getur alveg verið hjálplegt. En til dæmis það er mjög erfitt að láta ekki vera með 4 space og eitthvað annað. Þannig að þegar fólk var farið að nota þetta, hérna er þetta, já, mér er single quote svona, þetta er tæknilega vitlaust. Þá var búið til JS hint
sem bara fork af JSLint projektinu en með meiri möguleika á að sérsnýja reglurnar. Þannig að við getum sett hérna, hey, ég vil vera með 2 space eða tab eða eitthvað, ég vil ekki að þú verður að nota semikomur eða eitthvað svona. Og það líka þetta að keyra á netinu hérna. Þannig að við förum aftur í svona þess. Þannig að þá getum við keyrt það hérna og þá kemur one warning hérna, missing semicolon. Þannig að þetta svona úr bóksinu mun og ákvæða þessi stíla, en þetta svona mun ekki jafn strangt. Og svo fáum við einhver metric hérna, one function, 3 arguments og cyclomatic complexity is 1. En fyrir ekki nánar í það. Þannig að þetta var lengi vel mikið notað, en svo fór fólk að skrifa miklu meira í Eclipse 2015 og þá var þetta projekt ekki nógu fljótt að taka upp nýjan og breyttan syntax. Þannig að þú varst að nota JSHint, ákvaðst að fara að nota Eclipse 2015 og þá fórst að fá bara fullt af einhverjum villum sem var ekkert endilega mjög auðvelt að losna við. Bæði bara að þakka niður í þeim og svo það líka bara aukinn hávaði, þannig að þú treystir tólinu minna og fórst jafnvel bara að sleppa því að keyra það og þar leiðandi það þá farið að verða bara skiptir ekki máli. Þessi tól virka bara ef við keyrum þau og virðum þau. Þá var búið til N1 linturinn og hann heitir ESLint fyrir ECMAScript lint og hann var bara skrifaði bara eitthvað, ok, það er búið að skrifa þessa 2 þarna, nú ætlum við bara að gera besta linturinn fyrir JavaScript. Og hann bara mjög almennur og svo bara fullt af reglum sem þú getur sniðið og skrifað í raun nýjar. Skrifa plugin og þá í raun þetta abstract syntax tree, þetta tré sem þetta kóðun okkar býr til, sem segir til hérna, hey, það svona, ef þið tekið þýðendur þá munið þið læra þetta. Og þá í raun þetta búið til plugin sem að geta plugga sig inn í þetta tré og skoða það og tekið einhverja ákvarðanir og birt villur út frá því. Og við ætlum að nota þennan linter fyrir JavaScript okkar og reglurnar fyrir hann ætlum að skilgreina í ESLint RC skrá í rót verkefnis. Og þetta mest notaðast inn í JavaScript lintin í dag og svo sem við munum nota. Akkurat. Ok. Þá erum við komið með þetta tvennt sem okkur langar til að setja upp. Það að segja stylelint og ESLint. Og SAS. Já, og Babel sem við töluðum á föstudaginn til þess að geta transpælað JavaScriptin okkar úr 2015 yfir í 5. Þannig að þá náttúrulega þurfum við að fara að finna einhver tól til þess að gera þetta. Og þá npm sem opinber svona pakkastjóri, package manager, Node.js og fylgir með því umhverfi sem við ætlum síðan að læra betur á bráðum. En fyrst þetta var að læra á npm. Og þannig að það sem við gerum til þess að nota npm bara að byrja því að sækja Node. Þá förum við hérna bara á nodejs.org og sækjum bara á. Þið fáið bara fyrir ykkar stýrikerfi þá útgáfu sem þið að sækja og við ætlum að sækja bara hérna nýjustu útgáfu sem þá hérna, þegar við erum svo nýjum útgáfu, sem við taka hérna útgáfu 6.7. Svo sækjum við þetta. Þetta kemur hérna. Ég get ekki zoomað inn á þetta. Já, ég get ekki zoomað inn á þetta. Þannig að sækjum þetta bara og innstölum þessu og þá fáum við í sem sagt command prompt hjá okkur hérna þá fáum við aðgang að Node. Þannig að þá gerum við hérna ok, ég ætla bara að slökkva terminalinu mínu. Ég á Macca. Ef þið notið Macca þá terminal fylgir með. Ég mæli ekki með því, en iTerm afskaplega skemmtilegt, ég nota það. Ef þið að nota Windows þá bara command promptið það sem við munum nota, þannig að þið farið bara í run og cmd. Nú svo stóra spurningin hversu góð kontrast þetta á þessu þema mínu. Alveg ferlegur.
Ok, svo þegar þið eru síðan búin að fara og installa Node, þá getið þið farið í command promptið eða í terminalið og skrifað Node. Þá fáið þið í raun, bara eins og við erum búin að nota konsól í vafranum, þá fáið þið bara aðgang að bara svona REPL heitir þetta, sem read, evaluate, print loop. Þannig að þá segjum við bara hérna 1 + 1, það eru 2. Þannig að þannig er í raun bara komin túlkur sem við getum bara talað beint við. Og við getum búið til breytur og við getum gert console log á breytuna, fengi villur, og console logga hérna breytuna, sjá, hættum þetta aðeins upp. Og þetta munum við síðan læra á að nota þetta. Þetta er Node að keyra JavaScript á svona bakendanum. Þannig að við förum hérna út úr þessu, en með því að setja upp Node þá fáum við líka npm og þá getum við gert hérna og við gerum _waff. Þá sjáum við erum með, ég er með npm installað, ég er með npm útgáfu 3.86, það er hérna _waff, og ég er með Node útgáfu 6.1, þannig ég þarf líka að uppfæra hérna með að 6.7 er latest hér. Þannig að þá er þetta komið, Node og npm, og þetta ætti að vera bara mjög einfalt. Virka bara mjög vel bæði á hérna, Mac og Windows og Linux. Svo erum við þá komin með í gegnum npm mjög auðvelda leið til þess að sækja svona Node.js pakka. Og við getum síðan líka nota þetta til þess að setja bara upp svona einhver verkfæri eða svona skriftur sem að geta einfaldað okkur lífið. Við ætlum svona aðeins bara, tökum þessu bara rólega svona til að byrja með og setjum upp þessa 4 pakka. Það sem við viljum þá gera er að ákveða einhvern stað þar sem við ætlum að vinna þetta verkefni. Þannig að ég ætla núna að fara, ég er hérna í bara home direktorinu minni. Ég ætla bara að fara hérna í kennsludótið, langt inn í, nei, förum bara og gerum nýtt hérna. En nú ætlum ég bara að búa til nýja direktoríu og ég ætla að fara inn í hana og það er ekkert hérna, það er bara, hún er bara tóm. Þannig að nú ætlum ég að segja, inn í þetta hérna ætla ég núna að installa allir með þessum tólum til þess að geta gert síðan einhvern vef og hann ætlar að lifa í þessari direktoríu. Þannig að þá ætlum við að nota hérna þessa skipun hérna fyrir npm sem heitir npm init og hún mun búa til JSON skjal hjá okkur í möppunni sem skilgreinir upplýsingar verkefnið sem við erum að fara að vinna. Þannig að þá byrjum við bara á þessu npm init. Við sjáum hérna þetta. Þá bara hérna, þetta mun fara í gegnum og búa til package.json og þetta reynir að vera með einhver sensible default og svona, þannig að við ætlum bara fylgjum þessu bara eftir hérna, þetta er bara svona eins og wizard. Þannig að við ætlum að segja bara að þetta heitir demo, þetta er bara útgáfa 1, það er engin, þetta er bara demo, test og entry point, hvað er í raun skjalið sem á að keyra verkefnið okkar. Okkur skiptir ekki máli fyrir okkur eins og þannig að við ítum bara enter og segjum bara index.js, fínt. Test command, við erum ekki komin inn að leita þess að keyra einhver test á þetta verkefni, við ítum bara enter. Við erum ekki með þetta í neinu Git repository, þannig bara enter í gegnum það. Keywords, þau eru engin, author, bara hérna, Óli, og license ESC, við erum ekki komin á staðar að fara að gefa þetta út, þannig við erum ekki að spá ykkur license. Ok, og þá kemur hérna, þetta package.json verður búið til. Og það er bara fyllir út í þessa reiti sem við vorum búin að nota. Við sjáum að þetta er bara að nota JSON til þess að geyma gögn projektið okkar. Þannig að við bara segjum, ok, þá sjáum við núna að við erum komin hérna með package.json skjal. Við erum ekki lengur bara í tómri direktoríu. Svo getum við notað npm install og nafnið á pakkanum til þess að sækja einhvern ákveðinn pakka og geyma hann þá í verkefninu okkar. Og þá skilgreinum við verkefnið okkar bara sem þessi mappa sem við erum inn í. Þannig að svo getum við, þetta er í raun bara mappan sem mun halda utan allar þar möppur, efni, CSS, HTML og allt það sem verkefni mun innihalda. Þannig að, og þá verður til svona Node Modules mappa sem inniheldur þá þessa pakka sem við sækjum. Við getum líka sótt pakka og bætt þeim við svona globally. Þannig að ef við til dæmis viljum fá okkur tól sem að
við viljum bara almennt hafa aðgang að gegnum skipanarlínunni, bara ekki bara í þessu verkefni sem við erum að gera, heldur viljum við til dæmis geta verið bara með ESLint aðgengilegt hvar sem þá getum við installaði með því að setja hennan þetta /G flagg þegar við installaði því. Og svo getum við gert /save þegar við þegar við sækjum þessa pakka, og þá skrifum við sérstaklega í package.json að við ætlum að vera að nota þennan pakka. Þannig að við erum búin að setja upp eitthvað verkefni og við ætlum að nota búin að finna 5 tól sem hjálpa okkur lífið og bara sparar okkur marga vikur í vinnu. Og þá erum við búin að nota þetta save og þá erum við búin að skilgreina bara, já, við erum að nota nákvæmlega þessa útgáfu af þessum pakka og þá það bara vel dokumenterað í package.json. Svo getum við gert save def, þá segir við þetta, þá að vista þetta sem dependency, en við þurfum þetta bara í þróun. Þannig að svo stylelint eða ESLint, við erum aldrei að fara að keyra ESLint á einhverjum kóða sem einhver notandi að fara að nota. Við erum bara að fara að gera það meðan við erum að defa á okkar vélum. Þannig að þá getum við sagt save def, sem passar þá upp á það að þegar það er verið að taka þetta verkefni, setja upp á einhverjum vefþjónum út í bæ, að það sé ekki verið að sækja óþarfa kóða sem að mun aldrei keyra á raunumhverfinu okkar. Þannig að þá erum við með, svo ef við köllum bara í npm install án þess að gera nokkuð, þá mun það kíkja í package.json, athuga hvort að það sé búið að installa öllu dependency sem skilgreind þar. Ef svo ekki, þá fer það og sækir alla þessa pakka og setur það upp. Þannig að núna getum við prófað hérna npm install í okkar möppu og þá kemur bara, það er ekkert, það er bara no repository field, það er bara verið að benda okkur að það vantar í package.json git repository og okkar, en það var einhver installað þannig. Ok, og sækir þau og út af því að við erum með þetta skilgreint í node modules, í package.json, þá þurfum við ekki að geyma node modules möppuna. Við þurfum ekki að geyma hana í source control eða hvar sem við erum að geyma verkefnið, af því að við getum alltaf sótt dependencyin nákvæmlega þau sem við þurfum með npm install og við þurfum ekki að senda þau með verkefninu okkar. Þannig að þegar þið farið núna að vinna verkefni og setja upp þessi tól, þá þurfum þið ekki að skila inn node modules möppunni. Þetta þurfum við bara að vera með það skilgreint í package.json hvaða pakka þið að nota og svo mun bara dæmendumkennarinn sækja þau með því að keyra npm install. Af því að oft á tíðum eru þessir pakkar kannski 3-4 megabæt og svo erum við að nota 5 svoleiðis og þá allt í einu verkefnið okkar sem í heildinni kannski 3 kilobæti sem við erum að skrifa orðið 15 megabæt sem svona partur af þessu svona blóti sem í gangi með öll þessi tól. En þetta svona bara eitthvað sem við sættum okkur við. Og við sækjum alltaf nákvæmlega það sem við þurfum með npm. Ok, þannig að núna ætlum við að byrja því að setja upp SAS. Og við ætlum að nota node SAS pakkan. Og þá getum við við getum farið hérna og gert npm search SAS. Please be patient, við erum ekki patient. Og þá getum við farið bara á Google hérna, SAS npm. Þá finnum við hérna node SAS npm. Og þá sjáum við hérna, þetta á npm.js.com hérna uppi, þetta lítið. En npm bæði non-profit og profit fyrirtæki út í Bandaríkjunum. Non-profit armurinn í raun bara runnin undan Node.js communityinu og í raun heldur út í þessum vefþjónum sem að geyma og passa upp á allir þessi pakkar séu til staðar. Og við getum gert, hérna sjáum við bara þennan pakka og við sjáum hérna til þess að setja hann upp, þá gerum við npm install node SAS, svona notum við hann hérna og fullt af einhverjum upplýsingum pakkan, alveg fullt af þeim. Þannig að svona við raun sjáum við og bara svona til gaman þá getum við farið hérna og séð á forsíðunni. Já, þetta orðið mjög svona verið að selja okkur eitthvað. En það sem verið að vísa hérna Browserify, Grunt og Bower, Gulp, við munum nota Gulp, Grunt, við munum ekki nota það, Express, við munum nota það,
Cordova, þetta leið þess að búa til hérna upp fyrir iOS og Android í gegnum vef og hérna fullt af svona, já, það alveg ótrúlega mikið af pökkum til. Ég veit ekki hvort það hefur heyrt að því þegar daginn þegar hérna internetið fór á hliðina. Þá var sem sagt einhver aðili sem var mjög ósáttur við það að NPM, hann var ósáttur við það, það var svona fyrirtæki sem átti hérna einkarétt á nafni á pakka sem hann hefði búið til á NPM. Og hann fekk sem sagt fullt af einhverjum póstum frá einhverjum lögfræðingi og bara hei, fjarlægðu þennan pakka, þú ert að nota trademark okkar, við ætlum að nota þetta til að setja inn okkar pakka og hann bara nei, ég náði þessu, við bara með drullugur. En svo fóruðu með lögfræðingarnir svona bara NPM og NPM sem sagt tók út pakkar hans og þetta gauður sem hann var búinn að búa til sko einhverja 100 pakka. Hann var skiljanlega kannski ekkert svakalega hamingsamur og unpublishaði öllum pökkunum sínum. Og einn af þeim var svona pakki sem heitir leftpad sem tekur streng og leftpaddar hann. Þannig að þú ert með töluna 1, þú vilt að strengurinn sé 4 stafir, þú vilt paddan með 3 nullum eða 3 bilum eða eitthvað og þetta er rosa mikið nota bara til að jafna svona output í skilinu og svona. Hann sett unpublishaði honum og hann var með þúsundir, ekki 2000 dependencies og þá fór fólk bara installa einhverju random dóti og þá vantaði dependency sem var skilgreint í dependency á þessum pökkum. Þá fóru hlutinir að brotna bara vinstri hægri út allt og þetta var bara á nokkrum mínútum, var bara Twitter logaði að bara fólki bara NPM er bilað, ég get ekki installa neinu, ég get ekki unnið neitt og þá var það bara út af því að einhver hafi unpublishað einum pakka sem var ógeðslega mikið dependað á og við lærðum allavega að þessu, þannig að núna er komið svona aðeins erfiðara unpublish ferli og svo náttúrulega sko líka ljós að hann var að gefa þetta allt út úr hérna what the fuck license sem er pretty much svona do what the fuck you want with this code. Þannig að þeir voru svona í rétti þannig séð að hérna setja upp aftur. Herri, við vorum mjög patient hérna. Ok, allavega, þetta fór eitthvað klessu hérna. Við erum búin að finna hérna Node.js. Þetta er pakkið sem við ætlum að nota. Og við sjáum hérna npm install Node.js. Þannig við ætlum að gera það. npm install Node.js. Og svo ætlum við að gera hérna save. Af því að við ætlum að hafa þetta sem dependency. Byrjum bara á því hérna. Hvað gerist ef við gerum það ekki? Ok, hann sækir, installar, önnur saga. Þessi progress bar gerði það á tímabili 50% hægvirkara að installa hlutum með npm. Það var mjög skemmtilegt. Ok, þannig að núna erum við komið með nýja möppu hérna undir sem heitir Node Modules. En nú erum við ekki bara með package.json, þetta er líka Node Modules. Ef við förum inn í Node Modules og skoðum þar, þá erum við komið með bara einhverja gommu af einhverju drasli hérna inn, sko. Og allt það sem þetta er, og okkur skiptir okkur ekki neinu máli, að þegar við erum svona einu leveli, svona einu abstractioni fyrir ofan þetta, þetta er öll dependencyin sem að Node.js notar til þess að láta Node.js virka. Og þess vegna, ef við skoðum hvað þetta er stórt, hún er 622k þessi mappa, örugglega stærri. Þannig að þess vegna viljum við ekki vera að shippa henni með, af því að það er, bara tekur pláss. Þannig að núna ef við opnum hérna package.json, þá sjáum við það er alveg eins og það var áður, af því við glemdum að gera save. Þannig að nú ætlum við aftur að installa þessu og gera save. Þannig að sækir þetta aftur. Nei, þannig núna er hún í raun bara smart og veit bara Node Modules, það er þarna. Og núna ef við förum aftur inn í hérna, þá sjáum við erum komin með dependency á Node.js frá og með útgáfu 3.10.1. Þannig að þetta er minnsta útgáfan, þetta er útgáfan sem við náðum í dag og við munum í raun alltaf sækja bara nýjustu útgáfu sem er samt ennþá útgáfa 3. Þannig að því að, þetta heitir semver sem er svona leið til að skýra hluti, svona version-númer og fyrsta talan er talið að vera breaking change ef þú hækkar hana. Þannig að við munum alltaf bara sækja þetta. Ok? Og þá er hérna
svo getum við líka gert það globally til þess að setja upp í raun node sas CLI, svona command line interface. Þannig nú ætla ég að gera hérna node npm install node sas g. Þá munurinn á því sem er að gerast núna er að það verður að installa þessu bara eins og forriti á minn prófíl í minni vél. Þannig að nú getur nota node sas tólið og getur gert hérna node sas. Það er komið hérna núna. Nú getur notað bara eitthvað provide a sas file to render. Þannig að þarna er bara komið tólið sem við getum keyrt í command line-inu sem við munum samt ekki nota þegar við erum að vinna almennt. Það er komið núna bara inn á vélina mína. Þannig að ef ég fer hérna ég ætla að gera nýjan glugga og gera nýjan tab. Og nú ætla ég að fara hérna það sem ég var búin að útbúa dæmi. Þannig að hérna erum við með SAS example. Þannig að við skoðum hérna, þá er þetta hérna bara dæmi sem ég var með í fyrirlesturum áðan. Og ef við núna keyrum sem sagt node sas SAS example, þá sjáum við að núna fáum við út úr þessum hérna, hann er bara að taka og túlka úr þessum preprocessor yfir í CSS. Þannig hérna sjáum við, hér eru engar breytur, hér er búið að setja í raun allt bara, og þetta er bara CSS. Þannig að við getum verið með hérna og við getum bara verið með eitthvað mystyles.css og pípum við bara hérna á milli úr outputinu, úr standard out sem er þetta hér sem við fengum yfir í mystyles og þá erum við komin með þetta í, þá getum við keyrt þetta til að skrifa í SAS. Ok, þannig að við erum komin með þetta og það er þetta tól, þannig að nú getum við farið að skrifa SAS í projektunum okkar hérna, en þurfum alltaf að gera þessi leiðinda hérna node SAS eitthvað til þess að breyti svo milli. En við munum sjá síðan hvernig við gerum það líklegast bara á föstudaginn þegar við höfum tíma. Gerum þetta bara hægt og rólega hérna. Svo næsta sem við viljum gera er að sækja eitthvað tól þannig að við getum notað ECMAScript 2015 og þá ætlum við að nota Babel. Og Babel viljum við setja upp bara locally en ekki globally, en við getum gert bæði. En hérna eru uppsetningarleiðbeiningarnar og í raun kosturinn við það að setja hlutina ekki upp globally, heldur setja allir upp locally, er sá að ef við setjum það upp globally þá er ég kannski að keyra Node SAS útgáfu 3.0 á minni mér og þið eru að keyra Node SAS 3.1 og einhverju að keyra Node SAS 2 og svo brotna hlutirnir bara handahófi af því það er verið að nota það sem er globally uppsett á vélið þinni en ekki það sem er locally uppsett í projektinu sjálfu. Og það er farið alveg svolítið í það hérna í Babel en við munum bara svona hægt og rólega sjá hvernig þetta virkar allt saman. Og þá getum við notað þessa hérna línu sem segir save df dependency, já við myndum að gera það líka við SAS-ið. Það er hérna Babel CLI sem er command line tólið og Babel preset latest. Og Babel preset latest er í raun bara nýjustu reglurnar sem er búið að setja upp. Þannig að þetta sækir bara öll reglusettin sem er búið að búa til fyrir Babel með öllum virkni fyrir hérna ECMAScript 2015 og nýri útgáfur og setur þær upp. Þannig að nú ætlum við að keyra það og þetta sækjum við og hérna er ég á fullt af tólum til þess að setja Babel upp á. Íttu oft takan linkinn. Ok. Og svo já, klárum þetta bara. Ok, nú er þetta komið og þá sjáum við erum ennþá bara hérna með Node Modules og Package.json. Búum bara til eitthvað hérna main.js open hérna, ok, svo var ég með einhvern smá kóða hérna. Þannig að þessi kóði er í ECMAScript 2015. Sjáum við erum að nota const og við erum að nota arrow functions hérna. Ok, þannig að núna er hann komin hérna, við erum með þetta hérna í þessu hér. Þá sem sagt verða til, þegar við installuðum þessu, þá verða til sem sagt
bænaríarnir sem keyra þetta, þess að keyra CLI-tólið, þeir eru bæði til þar sem við getum installað globally og svo eru þeir til inn í Node Modules. Þannig að ég get notað hérna Node Modules, Babel, CLI, sjáu hvað það er mikið af dóti sem kemur. Þetta er svo öll presetin hérna. Við erum bara fegin að þurfa ekki að skrifa þetta. Og hérna erum við með bin, sem eru bara bænaríin sem fylgja með, og undir því er Babel. Þannig að hérna er Babel, eða Babel.js. Ok, ég er allavega með þetta installað globally hérna. Þannig að Babel, ok. Hérna er sem sagt Babel CLI-tólið sem tekur sem sagt eitthvað fæl og outputar sem sagt hérna ECMAScript 5. Þannig nú getum við keyrt Babel main.js og það vil fara í einhverja möppu, setjum inn í lib, make dir lib og svo keyrum við þetta og förum inn í lib, það gerist ekki neitt. Yes. Sjá, skoðum hérna. Já, -d. Þannig að þetta er ekki alveg smooth þegar ég hefði vonað, en nú ætlum við að taka hérna main, d, lib, svona. Þannig að núna tók Babel main.js og bjó til nýtt skjal í main.js undir lib. Þannig að þá fyrir við hérna í lib og núna erum við komið með hérna main.js og ef við setjum það þá er það bara vitlaust. Svona eru þessi live demokrakkar, þau eru ekki nógu góð stundum. Já, út af því að ég var ekki búinn að setja inn rétt preset sem er þetta, sem sagt preset fyrir ECMAScript 2015 sérstaklega. Þetta er þessi heimur er nefnilega svo afskaplega skemmtilegur að það er alltaf, maður skoðar þessar leiðbeiningar. Ef við skoðum hérna hérna er leiðin til þess að, þú veist, þetta er bara svo leið sem við förum eftir til þess að setja þetta upp og þetta hérna er skrefið sem ég voru að gleyma. Great, you've configured Babel but you haven't made it actually do anything. Þannig að það er það sem ég hef komið með. Núna þurfum við að búa til þetta Babel RC sem inniheldur hvernig við ætlum að láta Babel breyta kóðunum okkur í einhvern annan kóða. Þannig að það er það sem við viljum gera, er að breyta því yfir, að nota presetið ES 2015. Því að við þurfum að fara hérna og við þurfum að gera búa til Babel RC skrá og vistum hana svona. Þá er þess að komin hérna með, núna er hún svona punktskrá sem þýðir að hún felur sig í stýrikerfinu okkar. Ef við gerum hérna ls-al á, þá fáum við hana upp hérna, Babel RC. Ok, og núna, ef við keyrum þetta, förum inn í lib, þá er komið, er búið að transforma ECMAScript 2015 yfir í ECMAScript 5. En þá séum við erum með var, það er búið að setja uStrict þarna og það er búið að expanda fat arrow yfir í function syntax. Þannig að þarna erum við komið með þessi tvö tól, en við erum samt bara ennþá aðeins á byrjunarstöð. Við erum ekkert að fara að gera þetta alltaf þegar við erum að búa til vef. Þannig að við þurfum síðan enn fleiri tól til þess að hjálpa okkur að gera þetta sjálfkrafa. Svo áður við klárum, þá ætlum við að setja upp ESLint. Þá þurfum við að setja upp ESLint sem er notað til þess að linta kóðan okkar og Babel ESLint til að geta lintað ES 2015 kóða. Og þá keyrum við þessa hérna línu og þetta sækir þessi tól og
Svo getum við keyrt þetta með því að gera ESLint. Ef við erum búin að setja ESLint upp globally, þá getum við sett ESLint svona og þá keyrir það á skrárnar okkar. Og við ætlum að nota style guide, af því að ESLint bara svona, almennt tól sem í raun ekkert að gera neina ákveðnar reglur. En við ætlum að nota Airbnb style guide-in sem frá Airbnb og svona mest notaði style guide-in sem segir bara svona gott að skrifa JavaScript kóða. Þá sjáum við bara hérna þetta slæmt, að nota var slæmt, það gott að nota const. Þannig að þetta eitt af því sem að Airbnb style guide-in búið að codifya í hérna ESLint presetinu. Þetta slæmt, þetta gott. Þannig að þetta svona voða mikið bara svona bad, good. Og allar þessar reglur sem maður sér og svona einhverjar útskýringar á því, af hverju þetta bad? Já, they allow you to define all the properties of an object in one place. Þannig að þá hérna þetta góða leiðin. Og við erum ekkert að fara að gera heldur þetta eitthvað, þið skiljið ekkert inn og ég gerir ráð fyrir að þið séu búin að lesa yfir þetta allt og applya öllum þessum reglum á kóðan ykkar. Heldur bara búið að láta þýða þetta yfir í ESLint reglur, sem láta bara tölvuna að gera þetta fyrir okkur. Þá fáum við hérna kannski einhverja villu sem vísar í eitthvað always put default parameters last. Þá getum við farið hingað og skoðað af hverju við erum að fá villu í lintinum okkar þetta. Ok, þá þurfum við að setja upp ESLint configið fyrir Airbnb og við gerum það hér. Og svo þurfum við að búa til ESLint RC sem segir til hvaða reglur ætlar ESLint að vera að nota. Þannig að við ætlum að gera hérna, þá að nota Babel ESLint parserinn sem þýðir að þá mun að skilja ES 2015. Það ætlar að extenda Airbnb sem þá Airbnb reglusettið og svo getum við sett hérna inn í þetta hérna þennan object hér sem tómur fleiri reglur. Þannig að við getum í raun, ef okkur finnst einhver regla að vera kjánaleg sem að Airbnb stílinn lætur okkur gera eða við viljum vera meira strikt, þá getum við yfirskrifa þær þarna. Og við ætlum að segja að við séum í einhverju ákveðnu environmenti, þannig að við erum í browser, þannig að þá svona window til dæmis til sem global. Við ætlum ekki að setja inn önnur global og við erum ekki með neinn fleiri plugin. Þannig að þetta fer inn í ESLint RC skjalið okkar. Þannig að þá ætlum við aftur að gera hérna ESLint RC og ekki þetta. Svona. Þannig að þá erum við komin núna með það fór vitlaust af stað. Nei. Svona. Færum þetta niður á rótina. Þannig að núna erum við komið með hérna Babel RC, ESLint RC, lib sem geymir þá transpæluðu JavaScript-skrána okkar, node module sem innihalda bara eitthvað fullt af drasli og package station sem segir til hvað allt þetta drasli sem hérna inni. Þannig að núna getum við keyrt á main ULS sem þá í raun kóðun okkar sem við skrifum og transpælum svo. Þegar við viljum keyra lintirinn á kóðun okkar áður en við transpælum honum, þá getum við keyrt ESLint main ULS. Og þá fáum við hérna tvær villur, eða eina villu og eina warning sem segir hérna unexpected console statement, að við viljum í mjög fáum tilvikum skilja eftir console log statements, þá bæði þurfum að checka eitthvað inn í source control eða skila verkefnum eða svoleiðis. Og svo þetta bara svona infix operators must be spaced. Þannig að við skoðum hérna, það á línu 5, karakter 27. Þannig að 1, 2, 3, 4, 5. Það hefur verið að nýta í það að við erum ekki með bil á milli margföldunar og twistsins. Þannig að þetta bara eitthvað sem að style guide segir. Við viljum skrifa svona af því að það bara betra. Þá getum við skoðað hérna space infix ops. Og það þá hérna regla sem bara í ESLint. Og þá þetta hérna bara farið yfir af hverju þessi regla og hvernig þetta að stilla hana til frekar. Það þetta að setja einhverju fleiri svona auka hérna á þetta. Þannig að int 32 hint false, veit ekki hvað það gerir, en þetta getum við séð hver reglan sem við erum að trippa upp á. Þannig að stylint.
það eins. Við installum þessu globally, við setjum upp config og við vistum hann, við búum til stylint rc og hér ætlum við að nota að setja þetta config standard og svo getum við keyrt á þetta. Þetta svona fyrsta skrefið inn í þetta, þannig að þið sjáu alveg að það ekkert verið að ljúga ykkur þegar það er sagt, bara eitthvað, þið fáið svona tool fatigue þegar þið eru búin að vera í þessu. Þetta eru 4 tól, en ef þið eru að vinna í þessu, þá eru kannski komið út svona 1-2 ný tól eða nýjar útgáfur eða eitthvað á mánuði og það er alltaf bara eitthvað, þú veist, þá nota stylint. Stylint svo fyrir 6 mánuðum síðan, núna komið sko eitthvað annað og það er miklu betra út af því að ABC eitthvað. En maður getur alveg keypt inn í þann kúltúr að vera alltaf elta þetta nýjasta og besta, eða maður getur bara svona fundið tól sem eru bara svona solid. Þessi tól eru frekar solid og bara lært vel á þau og svo svona tekið inn eitt og eitt tól svona þegar maður sér. Ekki alltaf vera að hlaupa á henda því sem maður er búinn að læra á, bara til að læra eitthvað nýtt. En það sem við ætlum síðan að gera á föstudaginn er að halda áfram með þetta. Þá ætlum við að sjá í raun hvernig við tökum þessi handvirku skref sem við erum búin að vera að gera og gerum þau þannig að við getum bara verið að skrifa eitthvað í Atom, vistað og vefurinn okkar breytist, gerir allt þetta sem var að gerast sjálfkrafa. Þannig að takk í dag.